Við byrjum þáttinn í kvöld á nýju máli tengdu Baldri Guðlaugssyni, fyrrum ráðuneytisstjóra. Samkvæmt heimildum Kastljós seldi hann ríkisskuldabréf að andvirði 190 milljóna króna í mars síðastliðnum, degi áður en gengi þeirra lækkaði snögglega vegna lagasetningar sem unnið var að með mikilli leynd í stjórnkerfinu. Við höldum einnig áfram að fjalla smálánin. Steingrímur J. Sigfússon segir að á næstunni verði lagt fram nýtt frumvarp sem herða muni reglur þessi lán og vill hann sjálfur að þak verði sett á vexti þeirra. Við ræðum við Steingrím og fáum einnig til okkar Árna Pál Árnason, fyrrum ráðherra, en frumvarp hans smálánafyrirtækin dagaði í tvígang uppi á þinginu nýverið án þess að fá afgreiðslu. Í kvöld ætlum við einnig að heimsækja sauðfjárbónda á níræðisaldri sem heldur 400 fjár ásamt fjölskyldu sinni að Hóli, rétt utan við Höfn í Hornafirði. Þar hann fæddur og uppalinn og hefur búið alla sína tíð. Þetta hann Þorleifur Hjaltason, en útlit hans og útgeislun hefur heillað margan ljósmyndarann og kvikmyndagerðarmanninn. En við byrjum á öðru. Heimildir Kastljós herma að viðskipti Baldurs Guðlaugssonar með ríkisskuldabréf í aðdraganda hertra laga gjaldeyrishöft hafi verið tilkynnt fjármálaeftirlitinu vegna tímasetningar viðskiptanna og fyrri starfa Baldurs. Baldur afplánar nú 2 ára dóm vegna innherjasvika og brota í starfi sem ráðuneytisstjóri. Helgi Seljan og Benedikt Ketilsson taka nú við. Mánudaginn 12. mars síðastliðinn, strax eftir lokun markaða klukkan 16, samþykkti Alþingi með stuttum fyrirvara breytingu á lögum gjaldeyrishöft. Lögin beindust meðal annars gegn því að hefta útflæði á vöxtum af tilteknum flokki ríkisskuldabréfa, svokallara HFF-bréfa með gjalddaga árið 2014. 3 dögum fyrr, eða mínútu fyrir lokun kauphallar, föstudaginn 9. mars, seldi Baldur Guðlaugsson samkvæmt heimildum Kastljós samskonar bréf fyrir 186,8 milljónir króna að nafnvirði á genginu 119. Eins og gefur að skilja hafði lagasetningin sem gekk í gegn eftir næsta opnunardag kauphallar mikil áhrif á verðmæti bréfana til lækkunar eins og sást strax daginn eftir gildistöku þeirra þegar gengið var 104,5 eftir því sem framkemur á vef kauphallarinnar. Þann sama dag hóf Baldur Guðlaugsson afplánun 2 ára fangelsisrefsingar vegna innherjasvika og brota í opinberu starfi þegar hann hafði stuttu fyrir hrun selt bréf sín í Landsbankanum, hafandi nýtt sér upplýsingar sem ekki voru aðgengilegar almennum fjárfestum og þannig forðað sér frá háu fjártjóni. Vinna við frumvarpið sem samþykkt var í mars síðastliðnum hafði farið fram með mikilli leynd dagana og vikurnar þar á undan. Ekki einu sinni þingmenn sem fengu frumvarpið til afgreiðslu með stuttum fyrirvara eftir lokun markaða mánudaginn 12. mars vissu af því fyrir það var lagt fram og samþykkt. Frumvarpið hafði verið unnið af Seðlabankanum og lykilmönnum í stjórnkerfinu áður en það var lagt fyrir þingið. En eins og kunnugt var Baldur ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu til fjölda ára. Samkvæmt heimildum Kastljós mun FME hafa verið tilkynnt hugsanleg tengsl viðskiptana, lagasetningarinnar og fyrri starfa Baldursinn í stjórnkerfinu. Kastljós hefur árangurslaust reynt að ná tali af Baldri í dag í því skyni að fá nánari upplýsingar málið. Forstjóri fjármálaeftirlitsins vildi ekki tjá sig málið þegar Kastljós náði tali af henni í dag. Sagði fjármálaeftirlitið ekki svara því hvort eða hvaða mál væru þar til rannsóknar. Eins og framkom í Kastljósi í gær gætu íslensku smálánafyrirtækin ekki starfað með sama hætti og hér á landi víða í Evrópu og Bandaríkjunum vegna laga sem setja hámark á vexti í slíkum viðskiptum. Frumvarp Árna Páls Árnasonar, fyrrum ráðherra smálánafyrirtækin dagaði í tvígang uppi í þinginu án þess að fá afgreiðslu. Árni sestur hjá Helga, en fyrst skulum við heyra viðtal við Steingrím J. Sigfússon, en löggjöf smálánafyrirtæki heyrir undir hann. Helgi Seljan spurði hann fyrst hvers vegna nýtt frumvarp hans efnið gangi ekki lengra en raun ber vitni. Já, ég hef fyrsta lagi leggja áherslu á það að taka þessi smálán undir lögum neytendalán mikil úrbót og felur í sér umtalsverða neytendavernd og tryggir að menn eiga að hafa aðgang af upplýsingum og kjör og annað sem að þeir hafa ekki tryggingu fyrir að óbreytt. En engu að síður erum við að skoða hvort að það sé nauðsynlegt að ganga jafnvel lengra, til dæmis einfallega að skoða möguleikann á hámarksvöxtum eða þaki á vexti eða annað slíkt. Hvers vegna hefur þetta tekið svona langan tíma ef eins og virðist vera ríkir algjör samstaða að taka eitthvað á þessu? Já, það góð spurning. Ég flutti þetta frumvarp í fyrra vetur og lagði mikla áherslu á það og batt vonir við að þingið myndi ljúka afgreiðslu þess í vor sem leið en það tókst ekki.
Alþingi hefur ekki enn náð að ljúka afgreiðslu málsins þó að það hafi verið lagt fyrir það. Núna vonumst við til þess að frumvarpið komi fram bara á allra næstu dögum eða vikum, þannig að ekki geta menn þá borið því við að menn hafi ekki tímann fyrir sér í að lögfesta þetta í vetur. Og nú það þá í höndum Alþingis ef að það vill gera einhverja breytingar á. Myndið þú sjálfur vilja sjá ákvæði inn í því frumvarpi til dæmis einhvers konar hlutfallslegt vaxtaþak eða hámark á vexti? Já, ég tel það þetta koma mjög vel til greina. Velkomin í Kastljós, Árni Páll. Svona til að byrja með, þú laðir fram frumvarp sem að gengur talsvert mikið lengra heldur en það frumvarp sem að Steingrímur að vísa til og var lagt fram á síðasta þingi en kláraðist ekki. Miðað við það að það heyrðust nú ekki margar raddir annars staðar en frá þessum smálánafyrirtækjum gegn því. Hvers vegna náði það ekki fram að ganga? Það góð spurning og ég náttúrulega hef ekki fulla yfirsýn yfir það hvað nákvæmlega fór fram í þingnefndinni þegar málið var til meðferðar en menn fundu einhverja meinbugi á einstökum þáttum og einhverju praktíska atriði sem þyrfti að vinna betur. Ég held að það sé mikilvægt hins vegar að halda áfram með þá hugsun sem lagt var upp með því frumvarpi. Það er að segja að ganga það langt, að takmarka möguleika fyrirtækjanna á að veita lánin við ákveðna tíma sólarhringsins, að hafa tímabil sem þarf að líða áður en lánin eru afgreidd og líka að tryggja fólki rétti þess að hverfa frá samningunum án kostnaðar í einhverja daga, alltaf 10 daga eftir því að lánin eru tekin. Því að staðreyndin er þetta sú, eins og við erum alltaf að sjá betri og fleiri dæmi að fólk í miklum erfiðleikum er að taka þessi lán vegna þess að öll önnur sund eru lokuð. Fólk sem jafnvel hefur ekki forsendur til að gera sér grein fyrir afleiðingum lántökunnar er að taka lánin og það er mikilvægt að stemma þessa á að ósi og takmarka þessa möguleika eins og mögulegt er. Þannig að umgjörðin þetta verði þannig að hún takmarki getu þessara fyrirtækja. Menn sjáu þetta að þetta er komið út í algjör ógöngur og auglýsingamagnið færir okkur auðvitað heim sann það. En hvað með hlutina eins og vextina? Því að vextinir eru þetta gríðarlega háir og það er þetta bara þannig að þessi fyrirtæki myndi ekki starfa með sama hætti annars staðar víðast hvar í Evrópu og jafnvel í Bandaríkjunum, í mörgum ríkjum Bandaríkjanna eins og það er. Finnst þér koma til greina að setja einhvers konar hámark á vexti, falla frá því sem var ákveðið hér fyrir 30 árum síðan að hafa frjálsa vexti? Mér finnst hugmyndin frjálsa vexti, hún auðvitað er rétt innan þeirra marka að jafningjar séu að takast á markaði. Og eins og að koma ágætlega fram í umfjöllun ykkar í gær, þá eru þessi samningar því marki brenndir að jafningjar eru ekki að takast á. Þetta eru fyrirtæki sem eru að nýta sér í sinni algengustu mynd er verið að nýta sér aðstæður fólks sem á ekki í önnur hús að venda og það er sú staða sem veldur því að það þarf að horfa öðruvísi á þetta heldur en annað. Ég held að það sé hægt að útfæra einhvers konar vaxtahámark, sérstaklega ef það er látið gilda þá aðila sem er að bjóða fram þjónustu í neytendaviðskiptum eins og þessir aðilar eru að gera. Þannig að vaxtahámarki gildi þá og að það sé hátt, jafnvel þó að markið er sett við 50%, þá myndi það samt vera grundvallar breyting frá starfsmöguleikum þessara fyrirtækja ef að miðað væri 50% ársvexti. Þannig að ég held að við án vafa að kanna þessa möguleika. Það kom fram í gær og hefur svo sem komið fram áður að það hefur verið einhvers konar ágreiningur það hvort að þessi fyrirtæki falla undir eftirlit fjármálaeftirlitsins eða þó yfirleitt nokkurs manns. Talsmaður þeirra segir að þau lúti einhvers konar lögum fjarsölu fjármálagjörninga. Fjármálaeftirlitið veit ekkert kannast við það. Er ekki ábyrgð hluti af stjórnvöldum hér hafa ekki gripið þá allavega inn í að hafa þessi fyrirtæki eftirlitslaus eftir því sem næst eru komist á markaði í svona langan tíma? Jú, það er auðvitað þannig að það sem er ekki bannað eða reglað með einhverjum hætti og reglur gildum með einhverjum hætti, það er auðvitað leyft. Og af því að það er engin lagagrunnur, þá er auðvitað ekki hægt að hafa eftirlit. Það er ekki hægt að ákveða að hafa eftirlit með þér eða mér nema að það sé einhver lagaheimild til þess. Og
það vandinn. Það þarf að setja þennan lagagrunn og hann verður að vera hins vegar þannig að starfsemin, það ekki nóg að það sé hægt að veita upplýsingar óhæfu sem við vitum af. Heldur þarf ramminn að vera þannig að hann verji þá í þessu samfélagi sem get ekki varið sér sjálfur. Það nú þegar í lögum, í samningalögum, ákvæði sem banna samninga sem eru gerðir þannig að maður hagnýti sér bágindi, einfeldni eða vankunnáttu annars sjálfum sér til ávinnings og viðkomandi til tjóns. Þetta líka refsivert, þetta kallað misneyting og þetta líka refsivert samkvæmt hegningalögum. Heldur að þessi lög gætu átt við smálánafyrirtæki? Þessi lög gætu alveg að sínu leyti ef að sá sem að láni tekur hefur ekki til þess aðstæður að meta þá skuldbindingu sem hann takast á hendur, þá auðvitað misneytingu að ræða. Þá verið að hagnýta sér aðstæðu. En getur þetta ekki átt við bara, ég lefum bara að segja húsnæðislán eða eitthvað sem að því að auðvitað hafa fyrirtæki, alveg saman hvort það eru bankar eða smálánafyrirtæki, eiga þau erfitt með að meta það ef að einstaklingur með fjárráð kemur til þeirra og kaupir þeim einhverja þjónustu. Þetta getur átt við alla þjónustu. Þess vegna verður grundvallarþátturinn í regluverkinu að vera sá að fyrirtækin verði að meta greiðslugetu viðkomandi. Í málinu eins og ég vildi leggja þau upp á sínum tíma var gert ráð fyrir því að miðað væri við að viðkomandi væri að minnstakosti á lágmarksbótum. En við værum ekki að tala að tekjulaus ungmenni getur verið að slá þessi lán. Það væri strax ein takmörkun, en það sem þarf líka einstaklingsbundið lánshæfismat, eins og við sáum í frétt ykkar í gær og eins og ég sá í dæmum sem kom inn á mitt borð á sínum tíma og hafa síðan komið inn á mitt borð fólk sem býr við þroskahömlun og eru þetta fullgildir þáttakendur í þessu samfélagi og taka sínar ákvarðanir en hafa ekki forsendur til fulls til þess að gera sér grein fyrir hversu íþyngjandi þessi lánaskilmálar eru. Og því verður ekkert á móti mælt og fyrirtækin geta ekki þrætt fyrir það að auglýsingar þeirra eru beinlínis hannaðar og þannig úr garði gerðar að þær falli í geð þeim sem hafa lítinn bakgrunn í fjármálum og það auðvitað mjög alvarlegt mál. Þakka fyrir komuna í Kastljós. Takk. Við ætlum nú að kynna ykkur fyrir einstöku manni, sauðfjárbónda á níræðisaldri sem heldur 400 fjár ásamt fjölskyldu sinni að Hóli rétt utan við Höfn í Hornafirði. Þar hann fæddur og uppalinn og hefur búið alla sína tíð. Þetta hann Þorleifur Hjaltason, sögufræg persóna í landsfjórðungnum sem Guðrún Dís Emilsdóttir heimsótti ásamt félögum sínum í þættinum Flikkflakk sem var á dagskrá sjónvarpsins í sumar. Við höldum nú í heimsókn að Hóli. Eigum við ekki bara að rölda af stað? Þarna frúin. Já. Veifa henni. Kom hún út í dyr? Já, hún þarna í glugganum. Já. Og Edda, þetta mögnuð kona. Já. Þú ert vel giftur. Já. Hlýtur að vera ánægð með þetta. Já, ágætlega ánægð með það. Er það ekki? Jú. Eigum við ekki að labba hérna og kíkja í fjárhúsin? Jú. Ertu með heilmikinn búskap? Já, þetta nú kannski svona 400 ær. 400 ær? 400 ær. Og svo svona annar fénaður upp á kannski 60. Eitthvað svoleiðis. Já. Þú ert með fiðurfé eða ekki eitthvað líka? Jú. Bæði gæsir og það var aðalega gæsir og svo fá einar hænur og endur líka. Nokkrar. Þorleifur, hvað sjáum við hérna? Ég var að velta því fyrir mig þegar ég kom keyrandi á hann. Hvað er þetta? Þetta var, hérna búin að vera standa sólskinsmælir. Já. Alveg frá því 1956. Hann var settur hér upp þá. Og mælir hann þá? Og mældi sólskinið. Já. Það var bara, þetta var bara kúla, safngler og sendi punkt í gegn og brendi á blað. Alltaf ef það kom eitthvað sólskin. Já. Er ekki alltaf blíða hérna? Jú, það nú náttúrulega. En þú segist þér með 400 kindur. Já. Er ekkert mál fyrir þig að
hugsa þetta allt saman? Jó, ég hef nú eiginlega ekkert gert það í því núna í vetur. Ég er búin að vera alveg það lélegur, en það er hérna fóstursonur okkar sem er sonur, dóttir konunnar minnar. Já. Sem aðalega vinnur við það, gerir það sem gera þarf. Já. Hann er eiginlega alveg tekinn við því öllu af því að ég get ekkert orðið gert. Þannig að langkomubarnið er bara að sjá um þetta allt saman? Já. Heldur hann taki við jörðinni? Hann tekur við jörðinni, já. Og er það ekki góð tilfinning að jörðin fari ekki í eyði? Jú. Það er ágætt. Það lítur að vera. Það er ágætt. Þú ætlar að sýna mér aðeins fjárhúsin, eða ekki? Jú. Skulum rölta aðeins í það. Það er nú svona, þetta er búið að vera að byggja þetta smám saman frá því 1950. Annars var elsta fjárhúsið hérna framan við, það var hér til fyrst þegar ég man eftir og þá orðið gamalt og það var örugglega orðið 100 ára eða meira. En Þorleifur, nú ert þú, hef ég heyrt, kvikmyndastjarna líka? Þetta er ekki bara bóndi? Nei, það er nú bara svona... Jú, vertu ekki svona hóvær? Það er bara svona sport. Sport? Já, það er bara svona sport. Gerir það bara svona í og með? Já. Og svo varstu hreppstjóri? Svo var ég hreppstjóri í mörg ár. Í hversu mörg ár? Mörg ár, alveg þangað til að bara að hreppstjóraembættin voru lögð niður. Já. Fyrir kannski 10 árum eða þegar að sveitarhreppirnir voru bara settir undir eina stjórn með hafnarkauptúninu. Já, en svo, þú ert ennþá skráður hreppstjóri í símaskráni. Er það ekki eitt sinn hreppstjóri ávallt hreppstjóri? Jú, það hlýtur að vera. Já. Það hlýtur að vera. Svo leiðis. Nú erum við að vera komin. Já. Þá fara heimagangarnir að jarma. Já. Þeir lifa bara á því sem þeim er skammtað. En það er reyndar ennþá einhverjar ær óbornar og þá venjum við á undir. Já. Ef einhver ær Já, ef einhver missir. Ef einhver ær missir. Já. Lambið. Og það er svona... Og það eru nú ennþá óbornar líklega næstum 10. 10 ær? Já. Það er nú frekar seint, er það ekki að sé ekki búin að bera? Jú. Það er seint. Já. En þessi bar nú bara í gær og bara í gær eða fyrradag. Hvað heitir þessi? Já, þetta er allt númera bara nú orðið. Já. Það er hægt að skýra þær. Já. Það er alveg skiljanlegt ekki fyrir nokkurn mann að muna þetta allt saman. Jú, maður myndi það allt saman meðan maður... Hér í gamla daga? Meðan maður var ekki orðinn allt of gamall. Já. Þá myndi maður alltaf nöfnin og bara þekkti þær við það aðeins að líta á þær. Þurfti ekki nema bara aðeins að líta á þær. En hvað? En svo er ég búin að týna því öllu niður núna. Já, það er eðlilegt. Já. Það er algjör óþarfi að vera að leggja svona á minni núna, sko. Kona einn sagði mér áðan að þarna færi vel ykkur hérna. Fer ekki vel ykkur ennþá í sveitinni? Jú, alveg ágætlega.
Það fer ágætlega okkur hér. Heldur þú verðir hér alla tíð? Það hef ég trú á. Ég var fæddur og uppalinn hér og hef verið hér alla mína ævi, löngu ævi. Og nema bara 2 veturartíma sem ég var á skóla á Hólum í Hjaltadal. Já, varstu að taka búfræðina þar? Já, já. Þú ert búfræðingur? Svona að nokkru það mátti nú segja, já. Það mátti nú kannski segja, það væri bara svona. Hvenær byrjar þú búskap? Já, fór að vera við fé bara strax þegar ég var svona 10 ára. Þú ert fæddur hér og uppalinn? Fæddur hér og uppalinn og verið hér alla mína tíð. Og kona þín kom hingað sem ráðskona, er það ekki? Hún kom bara, jú. Hún var orðin þá svona komin undir 40. Já, það hefur nú verið mikill fengur að fá hana. Já. Það var það. Og hvenær genguð þið í hjónaband? Það var bara fljótlega og eftir. Já? Já. Þú vissir það bara strax að þetta var konan í þínu lífi? Já. Já. Maður veit það líka strax þegar það gerist. Þá þarf ekki að flækja þetta. Já. Þetta eru ofarnir. Já, þetta er nú bara horpur. Hitt er árgamalt orðið. Já. Hitt er árgamalt. Já. Já. Það er nú mikið af túristum hérna. Já. Í Hornafirði? Já, það er mikið og það er bara töluvert það. Og það sem að maður hefði nú síst getað ímyndað sér að það yrði nú aðalatriðið að ferðast jöklana. Já. Já, maður hefði kannski átt erfitt með að ímynda sér það einu sinni. Maður hefði nú ekki getað ímyndað sér það. Sérðu regnbogann? Áður. Þannig er komin regnbogi, já. Hvers myndir óska þér? Ef þú kæmist undir regnbogann, hvers myndir óska þér? Ég held að hefur ekki hugmynd það. Ég hef nú enga hugmynd það. Nei. Þú hefur allt. Já. Og ég er alveg ánægður. Áður en við ljúkum þætti kvöldsins er rétt að leiðrétta nafn bæjarins þar sem Þorleifur og fjölskylda búa. Bæjarinn heitir Hólar, svo rétt sé farið með. Við þökkum fyrir í kvöld og sjáumst á morgun. Verið sæl.